En ég kemst ekki hjá því við þetta tækifæri að ræða aðeins hvernig við förum með breytingartillögur hérna. Ég nefndi þetta aðeins í andsvari áðan við annan hv. þingmann, en mig langar að fara aðeins ítarlega út í þetta vegna þess að á Alþingi horfir fólk og það býst við því að við séum hér að rökræða við hvort annað, færa einhver rök, færa einhver gögn, koma með einhverjar tillögur og hugmyndir og greiða atkvæði þessar tillögur út frá okkar sannfæringu. Reyndar yfirleitt út frá mjög alvarlegum misskilningi á 48. grein stjórnarskrárinnar, en það er önnur saga, ég fer í þá sama seinna. En allavega, það er væntingin. Væntingarnar til Alþingis er það að við greiðum atkvæði samkvæmt sannfæringu okkar. Og ef ég tel saman, eins og ég nefndi hérna áðan, þá þingflokka sem að standa að eða styðja minnihlutaáliti þar sem að koma fram þessar breytingar vaxtabætur og barnabætur og bæti við Vinstrihreyfingunni grænu framboði og fæ 39 manns, 39 þingmenn á 63. Það er þokkalegur meirihluti. Ég hef verið í stjórnarminnihluta þegar var 38 manna ríkisstjórn og það er svolítið almennilegur meirihluti. 39 manns er fínn meirihluti á Alþingi. En ég hefði haldið að þessi tillaga færi í gegn. Og ég er algjörlega sannfærður það að fullt af fólki sem að fylgist með Alþingi skilur ekki í þessu. Ég þora að fullyrða það eins að ég skil ekki allt í þessu allavega. Ég er með tilgátu það hvers þetta sé svona, en það segir sig sjálft að þetta er fráleitt. Það segir sig sjálft að málsmeðferð okkar á fjárlögum og bandormi og tillögum og atkvæðagreiðslum og þessari dýnamík milli meirihluta og minnihluta er á einhvern hátt biluð. Hún er á einhvern hátt, það er eitthvað bilað í þessu kerfi sem við notum hérna og mér finnst það kristallast svo skýrt hérna þegar það hlýtur að vera meirihluti fyrir þessari tillögu. Ég bara get ekki trúað öðru. Þannig hvað er þetta? Stundum er sagt að jú, við höfum nú mörg hérna kvartað rækilega og réttilega yfir tímaskortinum hérna. Það útskýrir ekki þetta tilfelli. En tillagan er svo skýr, hún er svo einföld. Hún er rökstudd, hún er verðmerkt. Það er vitað hvað þetta kostar, þetta er ekkert ný umræða. Barnabætur eru ekkert ný umræða. Það kemur ekkert Vinstrihreyfingunni grænu framboði eitthvað á óvart að sjá breytingu á barnabótum. Það eina sem kemur á óvart er að hún styðji ekki breytinguna. Og hvers vegna ekki? Vegna þess að Vinstrihreyfingin grænt framboð sé pakk full af fólki sem bara vill það ekki. Nei, ég held ekki. Ég held að sé vegna þess að sú menning og þróun hefur átt sér stað hér á Alþingi að atkvæðin snúast meira þann pólitíska veruleika að viðhalda ríkisstjórnum heldur en málefnin sjálf. Ég legg til að það sé vandamál. Ég legg til að það sé algjörlega á skjön við væntingar borgaranna. Og ekki einu samræmi held ég við það sem við hv. þingmenn ætlum okkur þegar við förum í framboð í fyrsta sinn. Það fórum við einhvern tímann í fyrsta sinn í framboð. Ég er alveg sannfærður það, við fórum öll með eldmóði og ætlum aldeilis ekki að verða eins og þessir hinir þingmenn. En eftir stendur að við erum þingmenn, við erum núna þessir hinir þingmenn fyrir hinir sem bjóða sig fram og ætla aldeilis að sýna okkur hvernig að gera hlutina. Og þegar við sýnum þeim einstaklingum hvernig við gerum hlutina í málum eins og þessum, það finnst mér draga úr virðingu Alþingis. Mér finnst það draga úr tiltrú á Alþingi og mér finnst það rangt. Mér finnst það bara rangt. Mér finnst ekki að Alþingi eigi að virka svona. Það er ýmislegt sem mætti bæta við þetta ferli, en mér finnst þetta að vera eitt skýrasta dæmið nauðsyn þess. Mikið af fólki hér á hinu háa Alþingi sem finnst þetta ágætt myndi kannski óska þess að minnihlutinn talaði minna, minnihlutinn óskaði kannski þess að stjórnarmeirihlutin væri með minna svona valdabrölt og valtaði síður yfir minnihlutann, alls konar svona óskir. En mér finnst það kristallast í þessu að ákvörðunarferli sem við búum eftir, vinnum við, er sjálft á einhvern hátt bilað. Það finnst mér mjög alvarlegt. Við erum hérna að fara með fjármál ríkisins og ég get nú ekki annað en lagt það til að þetta sé hluti af ráðherraræðinu. Og nú fer ég kannski yfir í gamla sálma sem að sumir kannast við sem að er andstyggð mín á meirihlutastjórnum. Og bara þó það sé á hreinu þá er meirihlutastjórn, þá þýðir það ekki það að vera með minnihlutastjórn þýðir ekki að minnihlutinn ræður. Meirihlutinn ræður alltaf. Það er eðli lýðræðisins, hvort sem manni líkar það endilega betur eða verð. En samskipti og dýnamíkin milli ríkisstjórnar og Alþingis í dag, vegna þess að við erum alltaf, eða næstum því alltaf, með meirihlutastjórnir, er sú að atkvæðin hérna snúast að viðhalda framkvæmdarvaldinu
Og það er bara ekki okkar fyrsta hlutverk. Okkar fyrsta hlutverk hér er að setja lög, góð lög. Til dæmis þegar við erum með það sem virðist vera 39 manna meirihluti, við ættum að geta það. Sá meirihluti ætti að ráða, er það ekki, virðulegi forseti? Ætti ekki sá meirihluti að ráða? Ég held að sá meirihluti að ráða. Og mér hefur löngum fundist það áhugavert hvernig misjafnir flokkar lenda í stjórn og stjórnarandstöðu. Þegar maður lítur á atkvæðatöfluna þá sér maður alltaf þetta mynstur. Línan er alltaf stjórnarandstaða. Ekki segjum Viðreisn alltaf með Sjálfstæðisflokki eða Samfylking alltaf með Vinstri grænum. Af hverju ekki? Væri það ekki eðlilegri línur? Nei, það er bara eftir stjórnarmynstrinu. Og það er út af þessum galla sem ég er að tala um. Þannig ég legg til að við notum þetta tækifæri sem við höfum núna, þannig að við fáum nú smá frið frá þingstörfum hérna eftir 1, 2, 3, kannski 5, 10 daga, eitthvað svoleiðis. Sjáum til, það ekki? Ég vil bara sjá til. Og veltum aðeins fyrir okkur hvernig standi á því að við sjáum þessa atkvæðatöflu eins og hún er, með jafn fjölbreytta flokka í ríkisstjórnarsamstarfi og fjölbreytta flokka í minnihluta, bersýnilegan meirihluta fyrir góðri tillögu sem fellur vegna þess að ríkisstjórnin verður að ná sínu fram, hvað svo sem það er á hverjum tíma. Ég legg þetta til, virðulegi forseti, og að lokum vissulega að fundir fastanefndar Alþingis verði að jafnaði opnir. Nú veitir andsvara 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, ég vil koma hér í ræðustól til þess að þakka hv. þingmanni fyrir, ég vil nú eiginlega leyfa mér að kalla það hugleiðingar valdið og skiptingu þess og deilingu. Og ég get nú tekið undir margt sem að þar var sagt, en einhvern veginn leyfum við okkur ekki oft að láta þingið vera svona markaðstorg hugmyndanna, þar sem að við ræðum hugmyndir fram og tilbaka, heldur eins og hv. þingmaður benti á að þá svona er fólki skipað í fylkingar og þá átómatist eiga menn að hafa skoðanir. Eða öllu heldur að segja, þá hefta menn skoðanir sínar og laga þær að því sem að hentar þá meirihlutanum því sinni, hugsanlega minnihlutanum líka. Ég verð að segja það að ég hef orðið fyrir dálítiðum vonbrigðum með nýja ríkisstjórn, ekki vegna þess að hún sé eitthvað öðruvísi heldur en aðrar ríkisstjórnir, en einmitt kannski þess vegna, af því að ég hélt að það væri tækifæri núna til þess að reyna að breyta, en það eru engir tilburðir til þess. Ég veit ekki af hverju það er. Mér finnst að stjórnarandstaðan hafi að mörgu leyti verið að reyna að rétta fram sína, ég vil þá ekki að kalla það sáttahönd, en hönd til samstarfs, en á það hafi verið algjörlega slegið. Ég veit ekki af hverju, en þetta eru mjög góðar hugleiðingar sem þú varst með hérna. Ég held að væri mjög gott ef það væri hægt að breyta þessu, en eins og oft er nú sagt og er nú ekki frumlegt, það þarf tvo í tangó, og mér finnst einhvern veginn að dansarinn, mótpartnerinn okkar núna, hann sé ekki mjög viljugur í að dansa tangó. Helgi Hrafn Gunnarsson, hv. 3. þingmaður Reykjavík-Kjördæmis norður, svarar andsvari. Já, virðulegi forseti, það er kannski 1 að 2 dansi tangó og það er annað að 8 dansi tangó, en með 8 þingflokka hérna á Alþingi, en þetta skal tekið undir með hv. þingmanni. Ég vil meina að það sé ansi margt hérna sem að myndi bæta hlutina meira heldur en fólk telur. Ég hygg til dæmis að það myndi breyta fleiri hlutum en fólk telur ef ráðherrar væru ekki þingmenn. Það virðist vera ákveðið formsatriði, þá verður ekki með atkvæðisrétt á Alþingi og eitthvað svona. Ég held að, eins og ég segi, ég held að breytingin af afleiðingarnar af slíkri breytingu væru meiri heldur en fólk telur sér trú um. Önnur hugmynd sem hefur komið upp af og til er að forseti þingsins, með fullri virðingu fyrir honum að sjálfsögðu, tilheyri ekki ríkisstjórnarflokki. Það myndi líka breyta dýnamíkin eitthvað smá. Þetta eru einfaldar tillögur, Þetta er ekki flókið og ekki dýrt, ansagt því sem margir vilja meina. Annað sem að reyndar, ég fór hérna inn á lokaorðum mínum, sem að ég held að gæti aðeins
breytt ásýnd þingsins til hins betra væri ef nefndarfundir væru að jafnaði opnir. Það er að segja með auðvitað alls konar skilyrðum. Ég meina gestum þarf að líða vel með það. Þannig að gestir ættu að geta sagt vilja mæta á lokaðan fund, þau vilja tjá eitthvað sem þau vilja ekki gera opinbert. Maður sér fyrir sér utanríkismálanefnd myndi svona oftar halda lokaða fundi en að meginþemað væru opnir nefndir. Samstarf í nefndum oft mjög gott. Hvað varðar það sem hv. þingmaður fór inn á, að minnihlutinn greiðir oft atkvæði með tillögum meirihlutans. Ég held að munurinn felist í því að minnihlutinn ekki að reyna að halda saman ríkisstjórn. Það held ég að sé kjarninn þess öllu saman. Og þegar sá metnar, þegar það er aðalmarkmiðið, að halda saman ríkisstjórn, þá yfirtekur það hitt hlutverki okkar sem almenningur krefst af okkur, sem er að greiða atkvæði í samræmi í fyrsta lagi við sannfæringu okkar, stefnu flokks okkar og þess sem við tjáum við kjósendur í kosningum. Þetta tel ég vera rót vandans í raun og veru. Hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson, veitir andsvar öðru sinni. Herra forseti, já, þetta voru athyglisverðar hugmyndir. Má kannski bæta í púkkið hugmyndum það hvort að það væri heppilegt að við værum með ákvæði í okkar stjórnarskrá eða okkar lögum sem að væri gengi í svipað átt og til dæmis tíðkast í Noregi, þar sem að kjörtímabilið er fast, þar að segja þingmenn verða bara að gjöra svo vel og sitja kjörtímabilið, og ef að upp kemur ágreiningur, ríkisstjórnin springa, þá verður þingið að taka málin í sínar hendur og mynda nýja ríkisstjórn, hvort sem það er þá meirihlutastjórn eða minnihlutastjórn. Þannig að það er eitt. Síðan er annað, held ég, sem að mér finnst mjög athyglivert að velta fyrir sér, og það eru heimildir þingmanna til þess að tiltekins hluta, minnihluta þá í þessu tilviki, til þess að skjóta einstökum málum í þjóðaratkvæði. Þannig að það er svona líkt og Danir hafa í það minnsta, að það svona vofi yfir ef að minnihlutanum finnst gengið mjög freklega á sinn rétt eða sín málefni, að hann hafi það í sínu vopnabúri. Eftir því sem ég best veit, að þrátt fyrir að slík ákvæði séu í Danmörku til dæmis, að þá held ég að það heyri til algjörra undantekninga að málum sé skotið til þjóðarinnar með þessum hætti, þó að minnihlutinn hafi þetta vald, vegna þess að það virkar þá þannig að menn reyna þá að semja og ná samkomulagi þau mál til þess að forðast, sem maður má svo spyrja hvort það er endilega rétt að forðast að skjóta máli til þjóðarinnar, en látum það liggja milli hluta í þessari umræðu, en það þýðir það að menn verða samvinnufúsari, sáttfúsari í störfum þingsins. Hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson, svarar andsvari öðru sinni. Já, virðulegi forseti, það vill nú svo til að það ekki fyrir svo löngu síðan að þá var haldin þjóðaratkvæði nýja stjórnarskrá, kölluð stundum tillögur stjórnlagaráðs, ég kallaði stundum tillögur stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, þannig að stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd lagði fram mál grundvallað á þeim tillögum á 141. þingi, og í þeim tillögum er í 65. grein fjallað málskot til þjóðarinnar. Þá geta 10% kjósenda hent málum í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er sú útfærsla sem mér finnst einföldust, hún er hræódýr og einföld og svo framvegis, og ég sé enga ástæðu til að gera það ekki, þetta stjórnarliðar verast einhvern veginn alltaf logandi hræddir við það. Af hverju ætli það sé? Allavega, það er líka til þessi hugmynd þriðjunginn sem er notaður í Danmörku einmitt. Þegar ég fletti þessu upp á sínum tíma þá hafði þetta einungis einu sinni verið beitt. Kringum einhvern tímann á 6. áratug síðustu aldar eða svo. Það voru 3 mál, þau voru öll felld í þjóðaratkvæðagreiðslu og að mér vitandi hefur þetta ekki verið notað síðan. Einmitt vegna þess að áhrifin af þessu eru ekki þau að það fari allt í þjóðaratkvæðagreiðslu. Áhrifin eru þau að fólk vandar sig betur og það tala meira saman og reynir að finna málamiðlanir þannig að það þurfi ekki að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Og það er alveg, ég skil alveg þann metnað stjórnmálamanna að vilja ekki setja hlutina í þjóðaratkvæðagreiðslu, en það er þess vegna sem það þarf að vera stjórnarskrárbundið ákvæði. Það er vegna þess að stjórnmálamenn vilja það ekki. Þjóðin verður að hafa hana rétt. Ég held líka að það myndi umbylta til hins betra stjórnmálum bara almennt að hafa slíkt ákvæði. Í 92. grein sumum tillagna er líka öðruvísi farið með vantrauststillögur. Þá þarf að leggja til forsætisráðherra á sama tíma og vantraust er samþykkt.
eða lagt til. Það er ekki alveg óumdeild klessa en það myndi vissulega breyta dýnamíkinni í kringum það hvernig við förum með valdið hérna og allt þetta væri til umræðu ef það ágæta mál, það mikilvæga mál væri hérna ofta til umræðu sem það vissulega mætti vera. En á síðustu sekúndunum þá vil ég líka nefna í sambandi við fjárlög sérstaklega og bandorm. Þá held ég að við þurfum ekki endilega stjórnarskrárbreytingu til að standa betur að verki. Ég held að við þurfum bara að búa til eitthvað vettvang þar sem að gögnin eru tekin saman, vitaskuld á tölvutæku formi, þannig að það væri auðveldara fyrir þingmenn að vinna saman að sameiginlegum tillögum. Ég held að þetta sé eitthvað sem við ættum reyndar að reyna, okkar tveir flokkar og vonandi fleiri næst þegar fjárlög eru til umræðu, ef út í það er farið.